Já, við ætlum að halda áfram að fjalla örlítið sjávarútveg. Ég hitti stundum fólk niður í bæ og í sundlaugunum og út á landi sem að segir að allir fjölmiðlar ættu að fjalla sjávarútvegsmál í einhverri mynd, að minnstakosti einu sinni í viku. Og í þetta skiptið ætla ég að ræða við mann sem hefur verið að skrifa ögrandi greinar undanfarið sjávarútveg og það sem betur mætti fara. Hann heitir Björn Ólafsson. Ertu velkomin nafni. Takk. Þú hefur, ég hef lesið eftir því með skömmu millibili greinar og vísi þar sem að þú ferð mjög hörðum orðum til dæmis Hafró og þú vísa til gagna Hafrannsóknastofnunar sem sýna það að þrátt fyrir alla stýringuna og kvótaverndina þá eru við í langflestum tilvikum að veiða miklu minni afla af einstöku tegundum heldur en hér í gamla daga. Þú hefur gagnrýnt mjög harðlega hvernig Hafrannsóknastofnun tekur ekki þátt í umræðu ákvarðanir Hafró og ég get nú bætt því við í þeim efnum að ég hef reynt að fá fulltrúa frá Hafró til þess að bregðast við þínum gagnrýnu skrifum. Þau hafa ekki sýnt því áhuga að koma hingað. En áður en við ræðum þetta í nokkrum orðum, sko, hvað skýrir það að þér finnst þú þurfa að fjalla opinberlega mál sem að þér finnst miður fara í sjávarútvegi? Já, þetta nú svona bara hjartansmál hjá mér. Ég náttúrulega alinn upp, sko, sem að segja, niður að bryggja út og sjó. Ertu, hvað, Keflvíkingur? Ég er Keflvíkingur, já. Uppálega. Já. Og pabbi var skipstjóri. Pabbi var skipstjóri? Já. Og ég fór fyrsta róðurinn, sko, 9-10 ára, sko, heilan róður, sko, á 40 tonna bát. Já, þú ert að þeirri kynslu. Já. Það var ekki lefilegt í dag, væntanlega. Hvernig var það? Maður hefði getað hoppað yfir lunningar þar eða maður haft. Hvernig leiðir í þeim túr? Þetta var æðislega, sko. Var þetta bara gaman? Já, þetta var bara draumur. Manndómsvígsla. Já. Þú komið mörgum sentimetrum hærri í land. Já, ég fór nokkur róður og maður var alltaf niður á bryggju eða niður í fjöru, þannig að þetta búið að vera svona hjartansmál heil lengi, sko. Já. Og ég svo heppinn að, sko, ég var til sjós að ég hef, sko, verið á sjó og verið, sko, á bátum svona með flest veiðarfæri sem í dag. Ég hef verið á humatrolli, rækjutrolli, netum, línu og trolli, snurvoð sem var nú mjög umdeilt á sinni tíma og kannski enn í dag. Já. Þannig að, og netum náttúrulega, þannig að maður svona kannast við þetta og svo var ég náttúrulega á námsárunum á Bjarnasæm. Já, þannig að þú hefur reynslu úr þeim. Já, þannig að maður svona aðeins kynnti svona og þannig að og svona náttúrulega ef maður komin á ellilífeyri, sko, þá hefur maður stundum aðeins svo mikið tíma í að heldur en áður. En svo maður fái tilfinningu fyrir því, sko, í hver langan tíma þú hefur verið að fylgjast með sjávarútvegi. Hvaða ár varstu 9-10 ára gamall og fórst þinn fyrsta túr? 66. Já, þannig að þetta alveg gríðarlega langt skeið sem að þú hefur til samanburðar. Já, ég er búin að, má segja það, 50-60 ár. Ertu til í að endur segja okkur í nokkrum orðum gagnrýni þína sem að hefur komið fram í pislunum þínum á Hafró? Já, þetta byrjaði náttúrulega, sko, ég er náttúrulega ekki sá fyrsti sem að gagnrýnir Hafró og þetta hefur ekkert með, ekki reyna að kasta rýrð á fiskifræðingarna eða neitt og gera bara ráð fyrir að þeir séu eins og flestir að vinna sína vinnu eftir bestu getu og þekkingu og allt það, en eins og við vitum, sko, þá hefur þetta þróast þannig að stjórnmálamenn, þeir hafa svona fært Hafró þetta rosalega valdi verið þessu auðlind. Og ég er ekki vissum að þeir eru að beða það, sko. Nei. En þetta orðið þannig að ráðgjöfin tekin bara, ég segi bara umhugsunarlaust og farið eftir henni. Já. Ég man alveg þetta Lúðvík Jósefsson heitinn hérna, hann var nú ekki alveg á þessari línu, sko, fara eftir þeim alveg og fyrir ráðherrar í gamla daga. En svona, þannig að þeir hafa fengið völd sem að þeir hafa kannski ekki beðið og nú er þetta langu tími og
og svona gagnrýnislaust, svona að mestu. Auðvitað hafa menn skrifað greinar og verið með upprópanir og slík sko, þannig en þeir eru nú ekkit voðalega gjarnir á svara gagnrýni. Og ef ég má bæta við það sem alltaf svolítið óþægilegt, sérstaklega í seinni tíð, það það sko að hve miklu leyti Hafró er ekki háð að einhverju leyti sko vilja útgerðarmanna. Það hefur alltaf verið svona svolítið heit kartafla í síðustu árin, myndi ég segja, í allavega mínum kunningjahópi. Já, ég held þetta bara óhjákvæmilega hafi þetta breyst og óhjákvæmilega síast þetta inn þegar lífeyrissjóðir eru farin að fjárfesta í útgerðarfyrirtækjum sem náttúrulega peningur okkar alla og þannig að ég og þetta að fá lánu skipjum og slíkt þetta, ég ekki að segja þetta sé spilling en þetta svona þú veist óhjákvæmilega ef það hugsanlega hægt að ímynda sér gæti verið spilling þá stutt í hana. Það vekur mjög áleitnar spurningar. Já, nákvæmlega. Og hvort sem óavitandi eða vitandi að menn svona kannski tókast í aðra átt heldur en hina. Þú veist, þetta allt vekur spurningar. Já. Og það sem ég fór að gera, ég náttúrulega búin að liggja yfir gögnum og lesa og ýmislegt svona til að bæta ofan á það sem ég vissi áður, sko. Og svo bara þegar maður fyrir að skoða söguna, sko, því sagan lýgur ekki. Og allar þessar tölur, allar þessar upplýsingar eru frá þeim sjálfum komnir. Aflatölur. Já, allt saman. Já, bæði aflatölur og það sem ég segi, eða þú staðreindi sem ég láta frá sér, sko. Þannig að þess vegna fór ég að skoða þetta og þá kemur bara ljós að stendur þetta steinn við steini, sko, yfir þessar ráðgjöf. Nei. Það sem sagt, stofnarnir virðast vera minnka og minnka? Já, sko, 1980 þegar þeir fara að huga að setja kvótakerfið, þá þorskstofninn hann talinn rúmlega 1,5 milljón tonna. Já. Og það þótti, sko, nánast ótækt, sko. Já, það var svo lítið. Já, það var svo lítið, sko. Já. Og okkur tókst nú samkvæmt þeim að koma honum niður í, sko, 550.000 tonn, en í dag segja hann sé rúm 1.000 tonn. Þannig að minkað 500.000 tonn. En svo bara, sko, alla söguna það var að koma upp rosalega samræmi í það sem sagt og raunveruleikann. Já. Það sko, hver? Já, það sko, til dæmis kringum 2000, þá sagt að þá stofninn þá hverfa á 2 árum 400-500.000. Og ég meni þá var hann Jóhann Sigurjónsson forstjóri Hafró og hann kom og skýrði þetta og það voru á mannamáli reiknikúnsti sem hefði verið að plata á og hann reyndar aðeins kendi skipstjórum og svoleiðisum að þeir vera svona dragað á tálar með of í ákvæðni en tók ekki með í reikningin að sóknin hafi minkað þannig að það var ekki skrítið og skipaður kannski að fiska aðeins meira heldur en áður, sko. Þegar eru færra að veiða í sama pottinu og væntanlega þeir að fiska betur. Og sko, svo heldur þetta bara áfram, sko. Síðan 1983 þegar kvótinn settur á, þá stofninn allt í hennu komin niður í 820.000 tonn úr 1.510.000 tonnum, sko, 3 árum áður. Já. Það rosalegt hrun og síðan þetta sko, þessi stopptölur sko, það eru rosalega rokkandi. Já. Og síðan segir Jóhann þarna upp úr 2000 nú ætla þeir að breyta þessu og nú séu konum með henni einu svona formúlu. Hún virkaði ekki svo betur en það 2008-2009 þá sendir þáverandi sjávarútvegsráðherra bréf til alþjóða Hafrannsóknaráðsins til að óska eftir hjálp til að bera undir ráðgjöfina hvort þið séu á réttri leið. Og þá fyrir maður að skoða það. Þetta svona Norður Atlantshafsráðið, sko. Já. En þá Íslendingar rosalega sterkir í þessu ráði.
eða jafnvel formanninn þar sko, í ráðinu. Okay. Þannig að þetta svona svolítið eins og sé verið að tala að fá ráð hjá sjálfum sér sko. Já. Og ráðið stimpla það bara að þetta sé alltaf réttir leið sko, því að þarna ég veit að leiðilegt að tölum, en þarna hrygningarstofni sagður sko, þarna 2010 sagður komið niður í 220.000 tonn og þá er gert 5 ára plan að rétta hann við. Og alþjóða Hafrannsóknaráðið það samþykki þetta plan, þessi bara þetta fínasta plan hjá Hafró. Og 5 ára plani virkaði mjög vel sko, því að 5 árum seinna hrygningarstofnin komin upp í 500-600.000 tonn, þannig að búin að meira en tvöfaldast. Og 2016 og 17 gefa þær út að stofnin hafa aldrei verið sterkari bara í 40-50 ár. Og svona þetta haldið áfram 2016, 17, þá bara allt í blóma hérna. Þá sko 2017 stofnin komin upp í 1200.000, 2019 upp í 1400.000 tonn og 2020 þá lækkar hann aðeins niður í 1360 og svo 2021 bara hrynur hann. Það bara hverfa 500.000 tonn. Já. Þá var hann bara 900. Já. Og þá segja þér sko ofmat. Já. Það var sem sagt formúla frá 2002, aftur frá 2009. Þá voru þessar formúlur auðsjánlega ekki að virka. Þannig að þetta gefur manni svona tilefni til að þetta sé ekki alveg eins og þetta eiga að vera sko. Og þetta náttúrulega engin tjöld sem að verið að eiga við sko, þannig að maður skilur alveg þetta er svona eins og að vera jarðfræðingur, þetta lítur að vera svolítið snúið. Og þú ert líka svolítið í skrifuðinum að tengja saman áhrif veiði á eitt stofn á annan stofn. Já, sko eins og það ekki bara sagan af þorskveiðunum sem að hræði sko. Sko humar og rækja. Humarinn horfinn. Hann ekkert að leiðin að koma aftur með að við nýjustu gögn sko. Nei. Sko það er búið að rannsaka humarslóðir hérna á Íslandi og allt hafsvæði í heiminn sem hefur rannsakað humarslóðir, það verður engin séð jafn illa farnar humarslóðir og hér á landi. Þetta var rannsakað með myndavélum. Þú vilt meina að við höfum bara stútað aðstæðanum? Já, það bara liggur í augum uppi. Það er gefið út að stofnin sé rúm 9.000 tonn veiðistofnin. Árið seinna bara varla krabba að fá. Nei. En það er samt haldið áfram, skakast á slóðunum til að rannsaka betur aldurssamsetningu og svona. Sko humar verður 10-15 ára. Já. Þannig að þetta er alltaf nægjan loðun og svona. Það er ekki geimvísindi finnst mér svona fylgjast með stopp sem að verður svona gamall og er bara botlægur og heldur svo sömu slóðun. Einmitt. En við bara stútuðum honum. Sama með rækjuna, sama með hörpudiskinn í Breiðafjörð þar. Já. Sko, það sem þú segir er að alþjóða Hafrannsóknaráðið hafi bent Hafró á að líka aðferðin sem stofnun notaði til að meta humarstofnin væri ekki viðurkennd í fræðunum. Nei, hún var ekki viðurkennd. Hún var bara alls ekki. Þeir voru meðhælt í það sem kallað er aldursgreiningar aðferð og það sem humar heldur sér svo mikið á sko, undir yfirborðinu og svoleiðis. Það fara aldrei rétt að mynda því sko, af stöðu stoppsins sko, með því bara að toga eftir botninu því að humarkettlingarnar þær halda sig yfirleitt sko, neðan bás sko, grafa sig niður göngu og þeir lífa í göngum og svo eiginlega allt sitt líf koma svo bara út til að ná sér í eitthvað að éta sko. Þannig að allar svona humarslóðir voru rannsakað með myndavélum og við vitum það neðan sig á myndavélur eru löngu komna sko. Og það sem þessi humarsvæði er svo staðbundin þá er ekki flókið að slæka niður myndavél og skoða það svæði það sem humarinn heldur sig sko. Hann er ekki með spórskot sem að syndir í burti sko. Og þú ert líka gagnrýnin á samband loðnuveiða og þorsksins. Já, það er náttúrulega bara annar kapitel út af fyrir sig sko, með loðnuna. Og þar held ég að sé sko alveg pottþétt. Ég held það sko, ég veit náttúrulega lítið fyrir mér annað en sko bara mér finnst það svo bara common sense.
þú með okkar mikilvægastu fisktegund þorskinn sem gefur okkur langmest. Já. Sagan segir að við vorum að veiða 400-500 tonn í 30 ára áður settum kvótan og áður við byrjum loðnuveiðar. Já. Það byrjaði upp úr 1976 eða eitthvað svona af einhverju viti. Já. Sko, það eru allar rannsóknir, sko, það ekkit bara hér, það eru normenn og út allt, það sem loðna hún heldur svo mikið á norðanslóðum, að loðnan mikilvægast að fæðutegund þorsks. Þú veist, það bara þannig, og það kemur fram í mörgum skýrslum í Hafró, að hún sé það, og þú getur náttúrulega ekki alið upp stóran og öflugan þorskstofn eða þú ert alltaf að veiða frá honum ætið. Þú ert að segja að við höfum étið útsæðið. Já, og svo, sko, þorskur náttúrulega rosalegt rándýr í sjónum. Sko, hann étur fisk sem sko 1/3 af eigin lengd. Þetta ímyndað, sko, 7 kíló þorskur að taka yfir 2 kíló fisk. Og getur náttúrulega látið mikið í sig, sko. En þetta bara það sjáu þetta allir. Ef þú ert í laxeldi og svona, þú fóðrar laxinn, þú bara allt í einu hættir ekki bara að fóðra hann 40%, hann getur svo bara bjarga sér á einhverju öðru. Já. Þó það sé nú kannski heldur svona einföld mynd. Og voru þessar loðnuvertíðir, miklu loðnuvertíðir sem voru hér ekkert fyrir mörgum árum, eru þetta smáaurar í stóra samhenginu við þorskinn? Sko, það náttúrulega svolítið hjákallegt að heyra, sko, þegar eru verið að básuna það út, sko, þjóðarbúið sé að verða milljörunum á hann út af við sem ekki að veiða loðnu sem fyrir hvað í dýrafóður og laxafóður og annað þýðinlega, sko, og náttúrulega hrognin, það annar kapitili. Já. Þegar við erum, sko, að svelta stopp sem við getum verið að fá kannski 100-200 tonum meira úr. Já. Margfalt verðmætari. Já. Og þú veiðir ekki prótein upp í sjónum til að búti prótein. Minna prótein. Já. Og það allir fiskifræðingar allan heim sammála því að það verður að fara rosalega varlega því að sko, eins og hann segir í Kanada, þetta aðal fiskifræðingur þeirra og rannsóknarstjóri, sko, hann segir bara loðna sig upphaf og endir alls, bara alfa og omega. Hún svo próteinrík og svona, hún sko, gerir, sko, mikið gagn þó hún sé dauð. Já, einmitt. Massin fellur til boss og þar verður, já. Þannig að, sko, persónulega finnst mér þetta, ég hef náttúrulega ekki þá þekkingu til að segja að það sé ekki alltilega veiða eitthvað að loðnu. Nei. En að ganga svona hressilaðinni, þannig að bara nota gervigrein til að pinna síðustu torfuna, sko. Þeir ættu bara að spyrja gervigreinina frekar eigu að veiða loðnu, sko. Já. Þegar þú segir að pólitíkusar hafi bara stimplað ráðgjöf Hafró núna lengi og það hafi ekki alltaf verið þannig. Þú rættir Lúðvík áðan. Hvað gætu pólitíkusar annað gert en stimplað ráðgjöf að við teljum bestu vísindamanna, jafnvel þótt spurningar kviknu hæði eða óheiði eða eitthvað, skilur við? Sko, það náttúrulega að fá álit, sko, erlendis frá og þá ekki finnst mér frá eins og Alþjóða Hafrannsóknaráði hérna sem hérna á norðurslóðum, það sem við erum kannski með formannin í ráðinu, sko. Það sko, það verður að fara út fyrir þetta ef þeir vilja fá. Þeir ætti kannski að tala við Kanadamenn til dæmis eða eins og þeir gerðu Færeyingarna, þeir tölunum bara Ísraela, sko. Til að fá hans álit á svona hvort að Jón Kristjánsson hefði ekki rétt fyrir sig líka og sem hefur nú verið duglegur að gagnrýna þetta. Er þá einhverstaðar í tilgátuðinni, sko, það svo hugmynd að business model aðila í sjávarútvegi hérna til skamms tíma, bara núna á líðandi stundu að það hafi alltaf einhver áhrif? Sko, bara öllu rök segja menna að hlýtur að vera. Þú veist, við getum ekki verið svo vitlaus eða þú veist, ef það er málið, ef við ætlum að byggja upp þetta er ekki bara þorskurinn, sko, þetta eru bara alla botnfiskstegundir. Ef við ætlum að byggja þá sem eru margfalt verðmætari heldur en loðna, þá erum við ekki að ganga svona hart að henni. Nei.
það snýst ekki bara ef það verið loðnu hrun algjör þá bara hefur það gífurleg áhrif sko á fleiri fisktegundir heldur en bara þorsk. Já. Og þannig að já, ég meina það ennþá verið að byggja uppsjávarskip. Já, einmitt. Og á ekki lífeyrissjóðirnir hluti í því félagi. Já. Ég meina það hlýtur að vera pressa. Já. Sko ef það ekki lánuð þá lækkar hlutabrjókstar. Og þá tapar kannski lífeyrissjóður fyrir utan sko útgerðarmenn sko. Einmitt. Þannig að þetta allt orðið eitt svona. Já. Og sko að það ekki hægt að kjörni fulltrúar sem við kjósum til að sjá okkar mál að þeir bara framvísi valdinu sínu bara hugsunarlaust til undir stofnunar. Já. Sko ef við gerðum alltaf, ef þeir gerðu alltaf eins og sérfræðingarnir sem eru með segja ég get alveg fullist að það verður ekki alltaf góð útkoma af því sko. Nei. Af því að þú skrifa nokkuð hvasst og þetta eru áhugaverðar staðreyndir og mér hefur verið bent á að tölurnar sem þú nefnir þær séu allar réttar, þær séu allar beint upp úr gögnum Hafró og svona og trúverðuleiki upplýsinga þína er góður. Hefur þið fengið sko þú til dæmis orðar að þannig að ráðgjöf Hafró sé geriðingar vopn eða hvernig orðar það skilur þau? Já, það var það í humrinu sko, og rækjunni, það var bara eitt plan bakvið stóraplanið bara klárum þetta. Já, en af því þú svona tekst stórt til orða þú ert að hjóla í öfl hefur þið fengið mikil viðbrögð? Engin, nánast, nema frá ykkur. Það er bara þögnin? Já. Það kannski segir eitthvað stöðuna í dag. Já, ég búinn að senda þessar greinar við bara að kippa aðeins í RÚV og svona, það náttúrulega, RÚV náttúrulega bara til skammar, finnst mér. Út í skammar? Ég meina, ekki bara sko að verða mikið álið, það skiptir mig engu máli, en það skuli ekki sko hafa skoðað þetta. Já, ber þeim ekki bara að leyfa röddum fólksins í landinu að óma hverja sem það Jú, og ef þeir eru með svona rannsóknarþætti og svona, þú veist, þá þetta ekki smá mál, en þetta bara algjör þöggum, við bara siglum þetta bara svona lignaðan sjó sko, og það hugsaður engin neitt, bara leyfum Hafróum að gera þetta, og ég ekkit sko, þetta ekkit Hafró endilega sakast náttúrulega, þeir eru vonandi bara, og ég trúi því að langflestir sé bara vinna sína vinnu, og maður veit alveg, ef þú sérfræðingur í einhverju, þá þetta illa að láta einhvern leikmann að segja þetta til sko. Þú veist þetta náttúrulega miklu betur. Já. Og átt að vita það betur. En hvað með að Hafró, sko, þú segir sjálfur í þínum greinum að Hafró talar ekki við þig. Nei, þú veist. Og ég hef reynt að ná í Hafró og ég fæ ekki viðbörð frá Hafró. Hefur Hafró ekki einhverja skyldur í þessum efnum? Sko, þeir þurfa ekkert að tala um mig, sko, og skyldutin sem þeir hafa, að því allt sem ég segi hérna, allar tölur og allt, þetta er bara unnið upp úr skýrslunum þeirra. Þetta er allt sem þeir hafa sagt. Já. Og eru þeir sjálfur sáttir við þessa útkomu hjá sér. Já. Að keyra eitt stofn af öðrum í kalda kol og ná ekki það sem var markmiðið að byggja upp hérna okkar aðal nytjastofn og það bara gerist ekkert, minnin ekkert. Nei. Mér fannst aðgengi þegar ég var að byrja í blaðamennsku fyrir ansi mörgum áratug. Mér fannst aðgengi að talsmönnum opinberra stofnana sem að eiga að ræða við blaðamenn af því að blaðamenn eru milliliður embættismanna og almennings. Mér fannst svona töluvert meiri vilji hjá mönnum, menn voru ekki svona kynoka sér við það að ræða við fjölmiðlamenn fyrir 20 árum fannst mér, en núna þá er þetta ansi mikið tekið að maður bara næri ekki í talsmenn opinberra stofnana sem er að taka stórar ákvarðanir og jafnvel umdeildar. Nei, í besta falli kannski færið einhvern blaðfulltrúa, með fullri virðingu fyrir blaðfulltrúa. Blaðurfulltrúa eins og Jónas Kristjánsson kallaði upplýsinga. En sko, varðandi Hafró, þetta er bara mér finnst það skrítið sko, þeir hljóta að hafa metnað fyrir að gera betur. Já. Eða sko sem vísindamenn sko. Já. Þú heggur ekki alltaf í sama knýrunin sko og bara, og niðurstaðan breytist ekki neitt. Nei. Þú vilt væntanlega sem vísindamenn ná árangur í þínum rannsóknum og þú veist. Já.
og nú þetta búið að ske sko, trekk í trekk að líkunin sem er að nota og þetta ekki neitt einfalt sko, að þau eru bara að klikka og ég ekki að segja sko, þeir eru að segja þú hefur enga hagsmuni að ég að ræða hlutina með mæti sem voru að gera engan sko, Nei, ég er bara ellilífeyrisþegi sko já, sem brennur fyrir því að við fáum sem mest út úr auðlindin okkar já, mér finnst bara sko, eins og ég sagði sko, fólk hefur meiri áhuga í hvaða fötum Kristrún heldur hvað er að verða auðlindu þess já, þannig komið fyrir blaðamennskunni já, nákvæmlega sko, það er ekkert og þetta liggur allt fyrir það, þú veist, það geta allir blaðamenn og allir sko bara gert þetta eins og ég og það er bara ótrúlega dæmi sem kom upp hérna sko að stofnun láti svona út í sig sko já, ég ætla að segir þessu þetta, þú veist að sko þorskurinn lést alveg rosalega og fleiri fyrstu myndir já, það nú af því hann fær ekki nú af því hann fær ekki nú að geta og þetta eru bara orð Hafró og sko til að réttlæta þetta hérna sko það verður bara að lesa þetta sko Holdafar hefur verið fremur stöðugt á tímabilinu. Þeir eru að tala tímabili sko 1985 til 2008. Okay. Þannig að breytingar á meðalþyngd eftir aldri eru aðalega vegna þess að fiskurinn styttri eftir aldri. Hann minni. Já. Akkur er hann sé minni. Þetta er alveg ótrúlega sko að þú veist bara maður bara hristi bara hausinn sko. Já. En það er samt staðfest að loðna er mikilvægast að fæða þoss á Íslandsmiðum og át þoss á loðnu einhvern tali eigi sér stað frá október fram að hrygningu mars og þá var hún hirt á hann sko. Og svo þeir segja það að hann ná ekki að bjarga sér að ná upp fituforðan eða þú veist þroska annan tíma ársins þegar hann næri ekki loðninni sko. Og þess vegna sé hann að léttast og hann er létt sko og það er ekki verið að tala hann smá stofninni kannski að léttast sko 100.000 tonn eða meira sko. Já. Og vantanlega mikið meira sko. Sumir myndu kalla þetta hamfarir Já, þetta er allt sem við byggðum spítalana okkar og þjóðvegina og stóran hluta þess sem að við vorum stolt af á öldinni sem leið fyrir það er alltaf rómulegt og rússnesku ríksutógararnir voru hérna fyrir utan já, einmitt, fyrir blessaða þorskin en Björn, við þurfum að fara að segja þetta gott hjá okkur í dag já, ekki málið, takk bara en mér langar til þess að spyrja þig sko, ef þú fengir nú áheyrn hjá sjávarútvegsráðherra núna bara eftir hádegið eða í kvöld eða á morgun og þú hefðir 1 mínútu til þess að tala við hann, hvað myndir þú segja? Ég myndi benda hann á að fá einhvern sko óháðan sérfræðing til að fara yfir gögnin og sjá hvort það ekki hægt að gera eitthvað mun betur og bara eitt sko, það er verið að tala núna krókabátana sko ég veit nú ýmislegt veiðarfæri og hvernig þau virka sko og það er náttúrulega bara brandar að ætla að halda því fram að í öllu sko bara ef við skoðum söguna og sagan lígur ekki að halda það að þó að krókabátar fá að veiða 5, 10, 15, 20 tonum meira eða minna að það sé stóramáli það hefur einhver áhrif á stoppstærðin og svoleiðis Já, náttúrulega þegar að vita allir að það er rosalegur eðlismunur á krók eða trolli sko Já á 5.000 hestafla togara eða krókabát sko, sem tekur bara það sem fyrir honum verður í staðin fyrir krókabátandi geta ekki tekið nema það sem býtur á hjá þeim sko. Nei. Þetta er svona valveiðaðfæri sko. Og sko sögurnar sem heyrir af þessum togurum sko og að hleypa þeim nálægt landi yrði skaðræði sko. Já. Eins og þeir að sækja að koma nær og nær. Þá halda þeim fjær og fjær. Akkurat. En þú heldur áfram að skrifa? Já, bara eitt í viðbót að því ég veit að það er mikið talað umhverfis áhrif og svoleið sko, að það geti allt verið sjórinn sé að hlýna eða kólna eða hvað. Já, súrnun sjávar hefur verið nefnt líka. En þá segir bara sko Hafró, þorskurinn kann best við sig í 4 til 7 stiga hita en finnst þó alltaf 0 til 16 gráða hita, jafnvel 20 gráða hita.
Hann ekki heldur mjög viðkvæmur fyrir seltu því hann getur verið full söltun sjó eða söltu vatn á árósum, segir Hafró. Breytingar á hitastigi og seltunu í Íslandi undanfarin 20 ár má rekja til náttúrulegra sveifla. Og ég mjög bjartsýnn á framtíð þorskstofnsins þrátt fyrir að sjór fari hlýnandi. Þetta skrifar einn aðalfiskifræðingunum hjá Hafró janúar 2024. Þannig að það ekki hægt samkvæmt Hafró að kenna umhverfis áhrifum á hnignun. Einmitt, svo því sé haldið til haga. Já. En kærar þakkir fyrir komuna. Við erum bara takk sömuleiðis fyrir að sýna þessu áhuga. Já, mér varst þetta bara mjög áhugavert spjall og ég þekki það sem gamall veiðimaður í Mývatni, í Mývatnssveit að þegar sérfræðingarnir komu og voru að velta fyrir sér hvaða veiðiráðgjöf þeir ætluðu að hafa í vatninu, þá þótti mikilvægt að þeir myndu ræða við okkur sem vorum að nýta auðlindina, bændur og bændasinni og bændadætur og ég held að raddir, þín rödd og rödd allra sem áhuga þekkingu og reynslu hafa svona málaflokkum verða að heyrast. Það ekki nóg að tala bara við pólitíkus og einhverja vísindamenn með háskólagráður. Nei, en eins og þú veist að þá er Hafró ekkert mikið fyrir það að svara fyrir sig nema Jón Kristjánsson hefur fengið óþvegið en þá finnst mér það ekki með rökum heldur skæting sem náttúrulega alveg út í hött þeir eiga bara að sína þjóðinni bara þá kurteisi og að ræða við hann þetta. Þeir gætu verið að horfa á þig. Heldur við það? Já, ég held það og ég held að því opnari sem umræðan því meira aðhald sínum við stofnunum og aukum með því líkurnar á að talsmenn stofnuna stígi fram og rökstuði. En það sem ég að segja, þetta ekkert mín rödd, þetta allt frá þeim komið. Já. Þú veist, þetta bara því ég nenni að lesa þetta. Og þú setur þetta í ákveðið samhengi. Já, nákvæmlega. Takk að þið fyrir, Björn Nafni. Takk sömuleiðis, Nafni. Og þá held ég að við sláum botninn í þennan þátt í kvöld. Við höfum farið víðan völl. Eins og ég nefndi áðan, þá samstöðin og ekki síst Rauðaborðið vettvangur fyrir ólíkar raddir fólksins í landinu. Við gætum verið uppi með þá stöðu hér í samfélaginu að það væri engin samstöð í loftinu að við myndum neyðast til þess að loka henni vegna þess að þetta kostar töluverða fjármuni að halda út til stöðu eins og þessari. Þannig að við notum nú flest tækifæri hér til þess að minna ykkur, kæru áhorfendur og hlustendur á það að þeir sem eru aflögufærir og vilja áfram að raddir fólksins í landinu heyrist eins og nafna míns hér áðan. Ef þið viljið stuðla að nokkuð róttækri umræðu á köflum, gagnrýninni, en fyrst og fremst frjálsri, þar sem öllum hleypt að borðinu, þá gætu þið kannski íhuga það að fara inn á vefslóð okkar, samstöðin.is, skrolla þess niður og finna hnapp þar sem ástendur áskrift. Og með skitnum leyfi ég mér að segja 2500 krónum á mánuði getur þú orðið eigandi þessarar stöðvar, þessa fjölmiðils. Þú myndir fá vald til þess að senda okkur ábendingar efni og þú gætir, sem kannski mestumáli skiptir, haft allt það að segja hvort samstöðin hættir eða hvort samstöðin heldur áfram. Ef þú telur að samstöðin þurfa að vera í loftinu, þá veistu hvað þú getur gert. En að auki þá viljum við þakka bara allan þann hlýhug sem að okkur berst úr ýmsum áttum. Ég hef sagt ykkur þetta í gamans að síðast í gærkvöldi í Vesturbæjarlaug þá voru 2 ókunnugir Íslendingar sem að gáðu sig að tala við mig og þökkuðu okkur þjónustuna. Og mér langar að þakka til dæmis Pétri Fjellsteð sem er hér á tökkunum og tæknimanni og öllu ósýnilega fólkinu líka. Ekki síður en okkur dagskrárgerðarfólkinu og alls konar sjálfboðaliðum og heilum her sem hefur stutt okkur. Við erum ekki bara í sjónvarpinu, við erum líka á hlaðvarpsveitum og við erum útvarpsstöð 89,1. Þannig að það víða hægt að ná okkur og endilega mælið með og dreifið efni okkar ef þið eru ánægð með það. En þátturinn verður ekki lengri í kvöld. Rauðaborðið aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.